Varaformaður Vinstri grænna segir að nú sé komið í ljós að forsætisráðherra sé á meðal hrægamanna sem gert hafa kröfu í föllnu bankana. Varaformaður Vinstri grænna segir að nú sé komið í ljós að forsætisráðherra væri sjálfur á meðal þeirra sem hann hafi kallað hrægama og gert hefðu kröfur í bú föllnu bankana. Eiginkonu forsætisráðherra hefur upplýst að hún eigi erlent félag sem haldi utan fjölskylduarfennar. Heimir Már Pétursson. Anna Sigurlaug Pálsdóttir, eiginkona Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra, greindi frá því á Facebook síðu sinni í gær að hún ætti erlent félag sem héti Vintris sem hún notaði til að halda utan fjölskylduarf sinn en faðir hennar átti á árum áður Toyota-umboðið. Félagið væri skráð í útlöndum vegna þess að þegar það var stofnað hafi þau hjón búið í Bretlandi og óljóst hvort þau myndu búa áfram þar eða jafnvel flytja til Danmerkur. Banki sem hún hafi leitað til hafi talið einfaldast að stofna erlent félag eignirnar svo þær yrðu vistaðar í alþjóðlegu umhverfi og auðvelt að nálgast þær hvar sem þau hjón myndu búa. Anna Sigurlaug segir fyrirtækið alfarið í hennar eigu og það hafi greitt alla skatta á Íslandi en aldrei fjárfest þar. Aðstoðarmaður forsætisráðherra upplýsti síðan fréttastofum það í dag að félagið væri á bresku Jómfrúareyjunum þar sem stærsta eyjan hinn fræga Tortóla. Vísir upplýsti síðan í dag að félagið Vintris hefði gert kröfur í alla föllnu bankana, 174 milljónir í Landsbankann, rúmar 220 milljónir í þrotabú Kaupþings og 100 milljónir í þrotabú Glitnis. Varaformaður Vinstri grænna og varaþingmaður flokksins gerði málið að umræðuefni á Alþingi í dag. Á meðan íslenskur almenningur, fjölskyldur og heimili þurfti í gegnum hrunið og í kjölfar þess að berjast frá degi til dags til að halda heimili sínu gangandi innan gjaldeyrishafta og fallinna krónu og reyna að standa í skilum með skuldbindingar sínar, voru forsætisráðherra hjónin að höndla með fjölskylduauðinn í erlendum skattaskjólum. Á sama tíma og forsætisráðherrann krafðist þess ítrekað á þessum ræðustól og síðasta kjörtímabili að fá að vita hverjir væru raunverulegir eigendur bankanna, hverjir kröfuhafarnir væru, hrægamannir, þá var hann einn af þeim. Það væri allt rangt við þetta mál og það samræmdist ekki eðlilegum kröfum til stjórnmálamanna. Krafðist hann þess að hlé yrði gert á fundinum þar til forsætisráðherra kæmi í þingið til að gera grein fyrir þessum málum en ekki var orðið við því. Utanríkisráðherra sagði eiginkonu forsætisráðherra hafa gert grein fyrir sínum persónulegu fjármálum sem kæmu störfum Alþingis ekki við. En að fara í þennan skítaleiðangur sem hv. þingmaður Vinstri grænna virðist leiða hér algjörlega sorglegt og það sem að gera út af við traust á Alþingi. Aflandsfélag eiginkonu forsætisráðherra lýsti 100 milljóna króna kröfum í föllnu bankana. Félagið er skráð á bresku Jómfrúareyjum. Vinstri græn gagnrýndu ráðherrann harðlega á Alþingi í dag. Aflandsfélag eiginkonu forsætisráðherra lýsti 500 milljóna króna kröfum í þrotabú gömlu bankana. Þingmenn kröfðust þess í dag að forsætisráðherra gerði grein fyrir málunum. Anna Sigurlaug Pálsdóttir, eiginkona Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, skrifaði fjármál sín á Facebook í gærkvöld að hennar sögn vegna ótilgreindrar umræðu að hún væri að halda einhverju leyndu. Það upplýst hún að hún ætti félagið Vintris sem væri skráð í útlöndum. Faðir Önnu Sigurlaugar, Páll Samúelsson, átti Toyota-umboðið á Íslandi og hún fékk fyrirfram greiddan arf fyrir hrun. Í dag var upplýst að félagið Vintris er skráð á bresku Jómfrúareyjum. Vefmiðillinn Eyjan birti í dag staðfestingu endurskoðanda KPMG að félagið og eignir þess hefðu verið taldar fram til skatts á Íslandi frá því Anna Sigurlaug eignaðist það. Bréf KPMG var skrifað að ósk hennar. Anna Sigurlaug segist á Facebook ekki vinna við pólitík og Sigmundur Davíð ekki við fjárfestingar. Þau hafa haft mjög skýra reglu á því hvernig þau aðskilji þessa hluti. Þó fól hún Jóhannesi Skúlasyni aðstoðarmanni forsætisráðherra að veita fjölmiðlum upplýsingar eignir sínar. Samkvæmt upplýsingum frá Jóhannesi er bankareikningur félagsins Vintris í fjárstýringu hjá Credit Suisse í Bretlandi. Vintris lýsti kröfum í föllnu bankana, Kaupþing, Landsbankann og Glitni upp á rúmlega hálfan milljarð króna samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Hvorki Anna Sigurlaug né Sigmundur gáfu kost á viðtali í dag. Þingmenn Vinstri grænna gagnrýndu forsætisráðherra harðlega á Alþingi í dag. Á sama tíma og forsætisráðherrann krafðist þess ítrekað á þessum ræðustól og síðasta kjörtímabili að fá að vita hverjir væru raunverulegir eigendur bankanna, hverjir kröfuhafarnir væru, hrægamannir, þá var hann einn af þeim. Björn Valur krafðist þess að þingfundi yrði frestað svo forsætisráðherra gæti útskýrt mál sitt. Algjörlega fráleitt og kemur ekki til greina. Svandís Svavarsdóttir benti á að aðstoðarmaður forsætisráðherra sjái samskipti við fjölmiðla vegna málsins.
Þannig að það að tengja þetta mál stöðu forsætisráðherra og hans hagsmunum og hans hagsmunaskráningu er ákvörðun sem þau hafa tekið sjálf. En að fara í þennan skítaleiðangur sem hv. þingmaður Vinstri grænna virðist leiða hér er algjörlega sorglegt og það sem er að gera út af við traust á Alþingi.